Þín útivist, þín ánægja. Já, komið þið sæl. Fyrir hluti helgarinnar var nú nokkuð napur hjá okkur. Allan var víða myndalegt næturfrost til landsins. En dagurinn í dag hefur nú verið gjörólíkur. Það hefur verið sögulegar áttir hjá okkur og hlýtt loft að streyma að og sem meira það hefur nú verið þessi þungbúið svona nokkuð víða land með vætu á köflum. En við sjáum að í stóru myndinni þá erum við myndarlega hæð hér vestur af Írlandi, lægðin að rathafna sig hér suðvestur í hafi og þannig verður nú staðan mikið til næstu daga. Við verðum mikið með suðulegar áttir allan að vel fram eftir þessari viku og sem að býður þá upp á hlýra loft hið minnsta en einnig úrkomu og köflum þá sunnan og vestan til á landinu. Það verður kannski ekki endilega mikil úrkomu í þessu á morgun en hlýja loftið sem kemur hér á suðri sjáum við á hitasviðinu og við búum að verði allan þokkalega milt hjá okkur svona lengst af þessa vikuna. Á nærsviðinu þá sjáum við að það var nokkuð þungbúið á landinu hér klukkan 19 og úrkoma nokkuð víða. Og þetta ekki að hreyfast ekki mikið það sem eftirlifir kvölds og nætur en smá saman þá svona trosna þessi skil og þegar komið þá fram á morgun þá nú orðið svo að segja þurrt á landinu og jafnvel farið að rofa til norðan heiða og hitatölu þar ættu nú að ná svona 13-14 jafnvel 15 stigum á morgun en annars hiti við þetta 10 til 12-13 stig. Eins og sjáum hér, bjartviðri skaflar í þessu norðanvert landið og í framhaldinu þá koma skil hér upp að vesturströndinni þá annað kvöld og verða nú svona halda sig nú að mestu leyti fjarri, geta svona aðeins kist hér vesturströndina og síðan að sjá þá að þegar líður á þriðjudaginn þá fáum við síðan skilin inn á suðvestur hornið og getur verið dálítið blástur í þessu hér sérstaklega suðvestan til á landinu það séð rok og rigning en bjart og tiltölulega hlýtt á norðaustur horni landsins og síðan að sjá að þegar þessi skil verða hjá þá á miðvikudaginn þá verði skúrakennd úrkoma hér sunnan og vestan til á landinu og hitatölur svona í kringum 10 stigin hér sunnan til, sólríkt á norður og austurlandi og hitatölur sjálfsagt þar að slá í þetta 15 stig en síðan eins og spáin núna að þá verðist alltaf að vera nokkuð kröftur lægð sem kemur hér upp á landinu þá á fimmtudaginn allan að sjáum við hér að það allkvast eða kvast á undan þessu skilum sem koma inn þá og míg rignir bæði sunnan og vestanlands og lægðin hún nokkuð djúp og jafnvel að það verði enn hvassar en hér sýnt þá síðla fimmtudags en svona kannski vissar að þá fylgjast aðeins með hvað þetta veður mun bjóða upp á fimmtudag. En varðandi þá veður út í heimi að þá svona gert ráð fyrir það að verði sólríkt víða allan í höfuðborgum Norðurlandana á morgun og háþrýstisvæði yfir Bretlandseyjum og fínasta veður þar og sjáum að það hér bæði í Alpalöndunum og suður á Ítalíu þar viðbúið að muni rigna nokkuð duglega á morgun og jafnvel þröpum veður víða á ferð en hér í suðausturhlutanum sólríkt og hiti nærri 25 til 30 stig og það nú svona nokkuð svipur staða uppi þá á Íberíuskaganum þar allan að sólríkur dagur í vændum á morgun og hitatölur vel yfir 20 stigum svona víðast hvar og það sama og þá við á Kanaríum þó vissulega getur nú verið svona öllum meira skýjað sums staðar norðan til á þeim eyjum og endur síðan hér í Norður-Ameríku það eru skúralega hér á sléttunum suður af vötnunum miklu til að mynda búast við því að 23 stiga hita og skúrum í Chicago en bjart út við vesturströndin og hitatölur þar yfir 20 stigum bæði í Norðvesturríkinu sem og í Kaliforníu.
En hvað var það morgundaginn og næstu daga þá ætla nú að verða hér hjá okkur suðurlegar áttir, það verður milt hjá okkur en getur ringt nokkuð duglega hér sunnan á Vesturlands á köflum. Segjum það gott að vera í dag, verið sæl.